Hér erum við á Stúdíó Kristall í tilefni af 70 ára afmæli Þjóðleikhússins sumardaginn 1. og hingað til mín komin Tinna Gunnlaugsdóttir sem var þjóðleikhússtjóri í 10 ár frá ársbyrjun 2005 en tengist náttúrulega leikhúsinu líka sem leikari í fjöldamörgum sýningum og svo Tinna hefur sérstaka tengingu við Þjóðleikhúsið alveg frá barnæsku vegna þess að móðirin Herdís Þorvaldsdóttir var leikkona hér alveg frá því að húsið var vígt árið 1950 og þá voru nú enn 4 ár í það að þú sjálf fæddist. Já. En þannig að ég get ímyndað mér að þú einhvern veginn hafi vitað af Þjóðleikhúsinu bara frá því að þú komst í þennan heim og viltu kannski segja okkur aðeins frá svona þínum fyrstu kynnum af Þjóðleikhúsinu bæði sem dótturleikkonu við húsið og svo bara sem lítill leikhúsgestur. Já, og þetta var í minni barnæsku, þá var þetta hús, svona þetta stóra svarta hús sem að gleypti mömmu alltaf reglulega frá okkur börnunum. Það var bæði ákveðin ógnvaldur, þarna hvarf mamma og svo var þetta líka ævintýrahöllin vegna þess að svo fengum við þetta að koma hér inn og ég man eftir því að hafa séð Kardamúmubæinn hérna sem lítil stelpa eins og stór hluti þjóðarinnar man líka, ég meina flestir eiga minningar frá þessum eignarsýningum eða bara frá sinni barnæsku í Þjóðleikhúsinu og þvílík upplifun og þvílíkur ævintýraheimur, þannig að samband mitt við Þjóðleikhúsið var mjög tvíbent frá upphafi. Já. En ég man eftir því líka þetta sem krakki að ég var yngsta barn, svo yngsta af 4, þannig að ég svona fékk stundum að hangi í skottinu á mömmu og bíða upp á búningsherbyggi þegar hún var á æfingum og kannski kíkja á æfingar og svo lenti ég í því að systir mín lenti í því að hún var þáttakandi í sýningu af Pétri Gaut þegar hún var sennilega 9 ára, þá hefði ég verið 6 eða 7 ára gömul og þá fékk ég stundum að koma með og sitja í stúkunni og fylgjast með og það svona sýning sem að greyptist svolítið inn í minn hugmyndaheim. Ég man ennþá alveg heilu myndirnar úr þeirri sýningu. Já. En það var líka þessi tilfinning af þetta stóra hús og þegar maður er lítill þá finnst maður allt svo miklu stærra einhvern veginn og í minningunni var þetta þvílíkir rangalar og þvílíkir salir sem að voru hér innan hús og kaðlarnir og lyktin og allt þetta. Og reyndar kallast þetta píldið á að þegar ég síðan fæ ég að vita að ég verði næsti Þjóðleikhússtjóri þarna einhvern tímann í nóvember 2004, eitthvað svoleiðis, þá það mitt fyrsta verk eiginlega, get ég sagt, að ég hafði samband við Þorvald Þorsteinsson og bað hann að skrifa fyrir Þjóðleikhúsið verk sem að væri einhvers konar, bæði væri það jólasýning, eitthvað sem við getum tekið upp ár eftir ár, en líka einhvers konar svona ferðalag húsið. Húsið sjálft einmitt. Einhvern veginn aðeins að skila þessari tilfinningu barnsins af því að fara inn í þessi einhvern veginn ævintýrahöll og þræða hérna alveg upp á efstaloft og alveg niður í kjallarann. Og þetta var nú sýning sem að aldeilis mæltist vel fyrir og búin að ganga í Þjóðleikhúsinu og aðventunni alla tíð síðan. Allar götur síðan, leitin að jólunum. Já, einmitt. En það svona upphaflega hugmyndin, svo náttúrulega fer hann með þetta lengra og gerir úr þessu alveg frábært lítið leikrit leitina að jólunum. Já, einmitt. En þetta var svona kveikjan og þetta tengir svolítið minni bernsku upplifun af þessu húsi. Einmitt. Já, þú nefnir þarna Pétur Gaut með Gunnari Eyjólfssyni og eitthvað svona fleiri sýningar sem að standa upp úr hjá þeir sem mann sérstaklega eftir annarkvort frá því þú varst barn eða unglingur eða bara ung manneskja? Já, mín upplifun að leikhúsinu tengist lengi framan að mömmu og sýningum sem að mamma var í, eins og Táningaást og fleiri sýningar sem maður svona heillaðist af. Já. En svo gerist það reyndar með mig eins og mér skilst að sé nokkuð algengt með leikarabörna. Það er svona þetta ásthatur samband við leikhúsið að sem unglingur eða því ég komin svona á menntaskólaaldur þá ætlaði ég að gera eitthvað allt annað í mínu lífi heldur en að
tengjast þessu leikhúsi. Þú fórst að læra líffræði, ekki? Já, ég fór að læra líffræði og ég stemdi á læknisfræði. Já. En auðvitað hafði ég líka verið svona með annan fótinn í til dæmis herranótt í menntaskóla og svona. Og það voru svona ákveðin örlög, held ég, að einhvern tíma því ég komin á kafi í nám og þá hitti ég hópinn sem ég hafði verið með í herranótt og þá eru þau nokkur komin inn í leiklistaskóla Sál. Einmitt. Og hvöttu mig til að koma, vera með og þá var leiklistaskóli Sál kvöldskóli fyrsta árið. Já. Þannig að ég hugsaði með, já, ég get bara gert hvoru tveggja. Hann var til þarna í svona millibilsástandi áður en að leiklistaskóli Íslands var stofnaður. Já. Þessi Sálskóli. Já. Til að byrja með þá voru bæði leikhúsin með, fyrst auðvitað Þjóðleikhúsið með sinn leiklistaskóla, eiginlega alveg frá upphafi. Já. Og ballettskóla og fleira og síðan var leikfélagið líka með sinn leiklistaskóla. En mér skilst að báði þessi skólar hafi verið lagðir niður til að þrýsta á stjórnvöld að stofna einn skóla sem væri þá ekki beintengdur leikhúsunum, heldur gæti starfa svolítið sjálfstætt á svona forsendum fagsins af því að það vildi líka loða við þessa leiklistaskóla beggja húsana að nemendur voru gjarnan strax komnir í eitthvað statista hlutverk og kannski ekki lögð nógu mikil áhersla mati margra á svona bara kennsluna, hinn faglega þátt. Og svo þetta svona áhuga fólk, ástríðu fólk leikhús sem tekur sér hópur sem tekur sér saman og stofnar þennan skóla og ég kem inn í hann, þá var hann búin að starfa í 2 ár, ég kem inn á þriðja og síðasta árinu og síðan komið að því að þegar ég fyrir á mitt annað ár og þá búin að segja skilið við akademiska umhverfi í háskólanum og fer þar inn á annað ár í leiklistaskóla Íslands eins og hann hét það. Og þá þetta bara fullt nám. Þá þetta bara orðið fullt nám og ekki þetta vera í einhverju öðru á meðan. Og þá var ég líka búin að gera mig grein fyrir að ég var svona komin heim. Þetta var það sem ég langaði að gera. Þetta var það sem ég brann fyrir og naut þess að taka þátt í. Þannig að það var einhvern veginn bara sjálfgefið. Já, og þú fær strax að leika og mjög bráðlega þá ert þú farin að vinna hérna í Þjóðleikhúsinu. Já. Og viltu segja okkur svona aðeins bara frá þetta er leikhús sem að þú þekkir þarna rosalega vel en ert að koma inn sem ung leikona. Hvernig var það bara koma inn í þetta hús sem leikari? Já, þegar ég er í námi þá þarna 75, 4, 5, 6 þá er Þjóðleikhúsið ekkert endilega keppi. Þá er þessi bylgja af það er svona leikhús á eigin forsendum, leikhús sem er ekki stofnanabundið, heldur byggir á sköpun leikarana, grúppudýnamikk og samstarf og leifar af hippatímanu líka að þetta þarf að listin á ekki að vera stofnanavædd, hún á að fá að vera sjálfsprottin og frjáls. Og ég einhvern veginn kannski líka áfram þessi fælni við að ganga inn í þetta bara í fótspor mömmu. Ég stemdi þangað. Svo bara verða einhvern veginn örlögin til þess að mér býðst hérna hlutverk og þá er ég reyndar ennþá í leiklistaskólanum. Átt eftir að klára og það fer fyrir einhverja nefnd hvort ég megi taka þátt í sýningu og þetta verður úr þessu heilmikið svona það var framkomubann í raun og veru í skólanum og þetta skaraðist, ég var ekki búin með skólan þegar frumsýning átt að verða og þetta var svona svolítið erfitt mál í skólanum hvort að ætti að veita þetta leyfi og þetta fordæmi og svo á endanum fékkst það í gegn en þá einhvern veginn runna á mig 2 grímur og mér fannst ég verið einhvern veginn að stinga af á síðustu stundu og kannski einhvern veginn að staðfesta það að ég færi þarna inn bara á einhverjum öðrum forsendum heldur en aðrir að því væri dóttir leikonu við húsið. Þannig að ég hafnaði hlutverkinu eða sem sagt bakkað út og reyndar hafnaði í öðru hlutverki beint í kjölfarið hér og það var vegna þess að þá átti ég að leika dóttur móður minnar. Þannig að ég var, þessi sjálfstæðisþörf, ég veit ekki alveg hvað hún er komin, en hún var mjög rík í mér til að byrja með. Já,
Svo því ég kem hérna endanlega inn, þá það í hlutverk, þá eru það í raun og veru kennarar mínir úr leiklistaskóla. Fyrst Stefán Baldursson sem að síðar var leikustjóri og svo Þórhildur Þorleifsdóttir sem að hafði verið þetta mínum kennur. Alfyrsta hlutverkið var þá hérna í Þjóðleikhúsinu? Alfyrsta hlutverkið mitt hérna í Þjóðleikhúsinu var Hvað sögðu englarnir eftir Nínu Björk Árnadóttur í leikhúskjallaranum. Mjög, svona tilraunakennd og skemmtileg sýning þar sem að rýmið í kjallaranum var notað á mjög frumlegan hátt. Og síðan ég komin hérna upp á stóra sviði í Smalastúlkan og útlegaðarnir. Þar sem ég fekk það stóra tækifæri að leika Smalastúlkuna sem var alveg frábært. Já, og þetta náttúrulega bara upphafið að löngum og farsælum ferli sem leikona hérna í húsið og það var kannski gaman bara ótrúlega margar sýningar sem að þú hefur leikið í og farið með mörg stór burðarhlutverk en eitthvað svona sem að kemur upp í hugan sem að þið langar til að minnast á einhverja sýningar sem að þú tókst þátt í hérna og eru þið sérstaklega hjartfólgnar? Já, ég veit ekki hvað ég get sagt. Þetta voru 25 ár sem ég starfaði hérna sem leikona og eins og þú segir, það voru fjöldamargar sýningar. Ég bara naut þess, ég fekk að takast á við mismunandi svið, ég fekk bæði að takast á við kómik eða gamanleik og líka alvarlegri leik sem var nú meira kannski það sem að meira mín deild en enga síður. Eins og til dæmis Ríta gengum mentavegin á litla sviðinu sem Arnar lékum, ég veit ekki hvað, oft og fórum með allt landið. Það svona, það var mjög skemmtileg reynsla að taka þátt í og svo þetta hérna á stóra sviðinu að leika Jerm í samnefndu verki undir leikstjórn Þórhildar og eins að leika í Fávitanum á móti þeim Hilmi og hérna Baltasar og að leika drottninguna á móti Ingvar í Hamlet og fleiri sýningar í gegnum tíðina. Einmitt. En náttúrulega mikilvægt einmitt fyrir leikarann að fá að takast á við ólíka hluti. Ólíka stærð af leiksviðum, ólíka tegund af verkum og svo framvegis. Algjörlega. Og ég líka naut þeirrar gæfu og skilnings hér að ég gat samhliða tekið þátt í þó nokkrum kvikmyndum og raunar einnig starfi utan hússins, þannig að það var mjög jákvæð reynsla. Nærandi. Já, það nærandi. Það þarf að lofta ekki bara húsið, heldur líka bara einstaklingana sem listamenn. Já, en á þessum tíma voru kvikmyndir mjög mikið teknar á sumrin hérna á Íslandi. Já, þannig að það fjall oft vel. Já. Hendaði að Einmitt. Skaraðist ekki eða síður. Akkurat. Og svo þegar þú tekur hérna við starfi þjóðleikhússtjóra 1. janúar árið 2005 þá varst þú fyrsta konan til að gegna þessu embætti og reyndar fyrsta konan bara eina konan til þessa dags sem hefur verið þjóðleikhússtjóri en hvað var það sem að þið langaði svona sérstaklega til að leggja áherslu á sem þjóðleikhússtjóri þegar þú tókst hérna til starfa? Já, það voru þetta mörg verkefni sem að biðu og svona stærsta verkefni sem beið mín strax í upphafi, það var að það voru viðamiklar utanhússviðgerðir og þannig að það var ekki beint á listasviðinu sem fyrsta áskorunin var raunveruleg heldur og það svona, ég vissi það vegna sem ég þekkti húsið svo vel og hafði það mikla reynslaði og ég heyrði það utan að mér og það vissu það raunverulega allir að leikhúsið var komið algjörlega á síðasta snúning. Það þurfti að berja utan að því kápuna og gera nýja og laga það og það var svona, það ferlið sem tók alveg 3 ár með miklum háað og miklu ríki og miklum erfiðleikum og svona ég... Margt flókið og útvega líka steinana og... Þetta var flókin aðgerð. Bæði gagnvart stjórnvöldum vegna þess að þjóðleikhúsið var svona, það hafði farið í gegnum ákveðin breytingafasa þegar salnum var breytt nokkrum áratugum fyrr og hafði sína eftirmála þannig að byrja aftur endurnýjuna ferlið var svolítið svona einhvern veginn að ýta af stað dálítið stórum trukk. En
Já, ef við tölum sko Þjóðleikhúsið þá hefur þetta svo umræða verið núna, dálítið opin og vakandi að þetta er svo merkilegt hús, þetta er svo merkileg stofnun, þetta er svo merkilegt framtak á sínum tíma að þjóðinni skildi einhvern veginn takast að sameinast að reisa svona stórt og metnaðarfullt hús í þágu listana á erfiðum tímum og það skildi bara þarna einhvern tíman milli 20 og 30 nástum það samstæða á þingi að fjármagna húsið og síðan að halda því til streitu í gegnum kreppu og heimstyrjöld og allt þetta og síðan þegar við erum orðin sjálfstæð þjóða þá opnar þetta hús með glæsibrag og það voru þetta bundnar við það, sko ekki bara verið þetta stórt og mikið átak, heldur voru líka bundnar svo mikla vonir og væntingar við þá starfsemi sem að hér átt að fara fram. Og það er svona, það hefur verið fylgja hússins frá upphafi, bæði til góðs og ills, get ég sagt, vegna þess að sko væntingarnar voru svo stórar, þetta var svo hátimbra, þetta var svo mikið háaloft menningarinnar í landinu, þetta var musteri íslenskra tungu og með tilurð hússins þá áttu sko bara skáldinn að þeysa inn á sviðið á sínum skáldafákum og taka það og heilla þjóðina með nýrri leiklist og hér átti að vera sko listin átti að blómstra á grunni þjóðlegra hefða en auðvitað líka með áhrif, alþjóðleg áhrif og allt þetta og svo gerist það auðvitað Jú, til dæmis í upphafið þá er auglýst hér samkeppni og það kemur ekkert út úr henni. Það er skilað inn leikrituna samkeppni. Já, það er skilað inn einhverjum 30 leikritum og það er nefnd sem að skoðar það en ekkert þeirra verka þykir nógu gott. Leikskáldin kannski ekki alveg tilbúin eitthvað. Leikskáldin er ekki tilbúin. Og þá er þetta farið í hefðina og fjallaeyvindur og Nýjásnótt Indriða sem að og síðan bókmenntirnar, Íslandsklökkuna, þessi 3 opnunarverk hússins. Og þetta er svo eðlilegt, ég meina við áttum enga hefð hvað þetta varðar. Við vorum með áhugaleikhús og það var búið að starfa hér í áratugi og mjög lengi og 100 ára þess vegna. En leikritunar hefðin, það var mest svona þjóðlegir gamanleikir. Þannig að skáldin höfðu ekki forsendu til að stökkva á þennan vagn strax í upphafi. Já, nokkur leikskáld sem hefur spreytt sig en meðal annars bara í útlöndum, í Danmörku og ég meina heima líka. En já, það var ekki til þessi hefð og þetta tekur náttúrulega allt tíma. Þetta tekur allt tíma. Að þróa og þroskast. Og ef maður skoðar til dæmis umræðun á 10 ára afmæli leikhússins. Já. Þá er talað sko þessi gífurlegu vonbrigði sem að sko innlend leikritun að hér skuli ennþá vera svo sama staða og var í upphafi að innlend leikritun hafi ekki gert sig gildandi. En það sem auðvitað gerist er að strax frá upphafi þá eru þýddverk. Við fáum heimsbókmenntirnar upp á þetta svið. Bara mjög fljótt. Mjög fljótt og hér sko listafólk hússins er sko fljótt að þroskast getum við sagt. Auðvitað, ég meina hér kemur inn einhverjir höfðu náða að mennta sig erlendis en hér verður leiklistin að atvinnustarfi. Og hér fær listafólki næði til að þroska sig og takast á við alvöru verkefni, þannig að við getum alveg sagt að erlend leikritun hafi fyllt þetta skarð lengi framan af og svo fóru þetta leikskáldin íslensku að taka við sér og skrifa leikrit og hægt og bítandi. En þessi umræða, ég segi bæði til oss og lasts með þessa þróun, þessi umræða hún hefur alltaf lofað svolítið við leikhúsið að það er ekkert alveg nógu gott fyrir þetta merkilega hús okkar sem við elskum öll svo mikið og viljum að sé standi fyrir svo merkilega list. En það sem við gerum svo og er svo eðlilegt og sjálfsagt líka að við leitum í bókmenntirnar. En svo er strax gert í upphafi, það er Íslandsklukka Halldórs Laxness.
Og við getum alveg sagt að ég meina við Íslendingar við eigum engan Shakespeare eins og Bretarnir, við eigum engan Strindberg eins og Svíarnir eða Ibsen eins og Norðmenn eða Molière eins og Frakkar, við eigum engan slíkan. En við eigum skáldin. Og við eigum þarna skáld eins og Halldór Laxness á Já, Halldór Laxness þess vegna okkar Shakespeare í leikhúsinu. Við erum mörg verka hans hafa verið leikgerð. Og hann var nátengdur náttúrulega starfið þessa leikhús algjörlega frá upphafi og það er síður svo til lasts. Ég held að þessi umræða leikgerðir sé píld á villigötum vegna þess að öll leiklist sprettur út úr einhvers konar sögu. Hvaðan þær sögur koma. Það kannski aukaatrið, hvernig verður sýningin, það það sem aðalatrið. Og við eigum þessa tengingu við okkar sögu svo mikið í gegnum verk Laxness vegna þess að hann svo mikið að fjalla þjóðina, sjálfstæðisbaráttunni eins og í Íslandsklukkunni og það að fá að lifa í þessu landi, komast af í þessu landi, geta verið listamenn í þessu landi okkar. Og svo náttúrulega auðvitað frumsömdu leikritin gífurlega mikilvæg líka og það eitthvað sem að einhvern veginn leikhúsið hefur alltaf verið að berjast við að þróa áfram með leikskáldum og það var eitthvað sem að þú vildir leggja sérstaklega áherslu á þegar þú tókst við sem þjóðleikhússtjóri. Ég held að allir leikhússtjórar hafi viljað leggja áherslu á innlenda leikritun og ég held að leikhússtjórar eða þjóðleikhússtjórar á öllum tímum hafi lagt sig fram að búa til aðstæður fyrir leikhúsin, hvetja þá til starfa, hvetja þá til að skila inn verkum. Og ég meina, það að skila sér hægt og bítandi tekur miklu lengri tíma heldur en við hefðum viljað óska okkur. En það gerist. Og þannig verður nær leiklistin fótfestu og svo ég meina, þessi leikskáld, þau voru að fara erlendis til og verða fyrir áhrifum og skila okkur verkum sem voru svolítið í takti það sem var að gerast í leikhúsum erlendis og það skipti líka máli. En svo höfum við líka haldið þessu áfram, við erum nýrri skáld, það var líka verið leikgerð, þannig að það er ekki bara Laxness, það eru ýmsir aðrir sem hafa og þar eigum við svolítið þessi tengsl við okkar sögu fyrir utan auðvitað nýja leikritun. En eitthvað annað sem þú myndi vilja nefna svona sem áhersluatriði í þinni þjóðleikhússtjóratíð? Já, auðvitað barnastarf. Það eitthvað sem var mér mjög hugleikið og ég er svolítið stolt af því að mér tókst að bæta svolítið aðstöðuna hérna. Við opnuðum kassan í minni tíð. Sem nýtt leiksvið? Já. Það sem áður var æfingasalur? Það sem áður var æfingasalur og í kjallaranum hafði verið litla sviðið og því var breytt í sérstakt barnaleikhús. Fyrsta sérstaka barnasviði hér í þessu húsi, Kúluna. Þannig að kassin og kúlan og svo leikhús eða brúðuloftið sem líka aðalega hugsað fyrir börn. Þetta svona þarna það sem snýra aðstöðin, ég mjög stolt af því að þetta hafi tekist. Og svo náttúrulega þessar heimsóknir leikskólabarna. Já, árlegar heimsóknir í leikskólabarna í Kúluna eða á barnasýningar og síðan að fara landið með sýningar fyrir ungt fólk. Það líka var grundvallað og heldur skilt mér en þá áfram að einhverju marki. Og svo þetta, ég meina, leiklistin sem slík, sá sem situr í stól þjóðleikhússtjóra, hann auðvitað bara, hann að reyna að örva alla hina til starfa vegna þess að listin sem gerist á sviðinu, það í krafti þeirra listamanna sem starfa í húsinu á hverjum tíma. Og ég er mjög stolt af mörgum sýningum í minni leikhússtjóratíð og ég held að hér hafi starfað alveg framúrskarandi listamenn og kannski gaman að segja frá því í því sambandi að við svona íslensk leiklist vakti svolítið athygli erlendis á þessum tíma. Okkur boðið að sýna í Barbican Center í London sem dálítið flott fyrir þjóðleikhúsið. Okkur boðið að sýna í Kennedy Center í Bandaríkjunum. Okkur boðið á leiklistarhátíðir í Rússlandi, Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Belgíu. Það svona, mér finnst það vera svona svolítið til marks það að við erum að tekið eftir því sem að gerist í íslensku leikhúsi. Það svolítið á kortinu, komið inn á kortið. En það kannski, það erfitt að
nefna einhverja leiksýningar fram yfir aðrar af því að kannski sem leikússtjóra þykir þér vænt alla sýningarnar sem hér komu upp en eru einhverja sýningar sem myndi velja nefna sérstaklega þá og fyrir hvað? Já, ég kannski langar að nefna opnunarsýninguna einmitt í kassanum sem að var Pétur Gautur í leikstjórn Baltasar Korma og svo þar svona, já, það var sýning sem að tókst einstaklega vel. Baltasar frábær leikstjóri þó hann ekki fengist mikið við það í seinni tíð. En þarna einhvern veginn, það var sprengikraftur í þessari sýningu, algjörlega, á allan hátt. Frábær leikstjórn og leikmynd og leikkópurinn óvenju sterkur. Og svo þetta gaman að nefna líka þessar Shakespeare-sýningar þegar Benedict Andrews kom og setti hér upp bæði Lear Konung og Macbeth sem að voru báðar alveg heimsklassasýningar. Já, náttúrulega gefilega mikilvægt að fá svona leikstjóra eins og hann sem að bara heimsþekktur leikstjóri til að koma hinga og vinna með okkar fólki. Já, algjörlega. Ég held að það hafi líka verið í gegnum tíðina mjög mikilvæg næring þegar það hafa komið virkilega góðir erlendi leikstjórar til að vinna með listafólki Þjóðleikhússins vegna þess að það er ekki bara sýningin sem það skilar, það er líka öll áhrifin, öll örfunin sem að felst í því að kynnast nýjum aðferðum, nýrri hugsun og takast á við listina með fólki sem að hefur svo gífurlega reynslu. Einmitt, nákvæmlega. Mér langar líka að nefna smíðaverkstæðið það var opnað í tíð Stefáns Baldurssonar sem leiksvið og það starfaði nokkur ár eftir að ég tók við en þar vorum við með fyrsta sýningin sem ég stóð fyrir þar var Eldhúsið máli sem að byggði á Sögu Jakobsdóttur og Vala Þórsdóttir sem að gerði leikgerðina og Ágústa Skúladóttir leikstíði og það var líka svona viðleitni mitt til að þetta samtal, kona komin sem leikússtjóri og mér langaði að laða konur meira í leikhúsinu, bæði sem leikstjóra og sem höfunda og þarna svona, já, þessi arfur frá Svöfu og tvær frábæra listakonur, Vala Þórs og Ágústa Skúla og þessi sýning er líka sýning sem að situr eftir sem svona eina af þessum perlum frá mínu starfi sem að þeim var einmitt boðið að sýna í konunglega leikhúsinu í Kaupmannahöfn sem að var frábært. En þetta með konur, að ég skildi vera fyrsta konan í þessu starfi, ég veit ekki hvaða þýðingu það hefur beinlínis, ég meina ég sótti þetta starf og einhverja hluta vegna fékk ég það, en þetta leiddi til þess að ég hugsaði hvernig get ég stuðlað að því að konur fái betur notið sín í leikhúsi og reyndi að kalla hér til bæði nýja höfunda eins og Auði Öfu sem að skrifa sitt fyrsta leikrit fyrir Þjóðleikhúsið, Kristínu Eiríksdóttur sem að líka skrifa sitt fyrsta leikrit fyrir Þjóðleikhúsið og fleiri höfunda og leikstjóra konur sem að höfðu einhverja miðla, höfðu einhverja að skila og mér finnst það mikilvægt á öllum tímum að það sé litið til þess sem að konur eru að gera og reynslu heims kvenna. Nú svona að líða að lokum þessar spjalls okkar á sumardaginn fyrsta tengslum við 70 ára afmæli Þjóðleikhússins og þá langar mér svona að koma með stóra spurningu, ekki endilega biðja langt svar en spurningin geturðu sagt okkur svona í örfáum orðum fyrir hvað Þjóðleikhúsið stendur í þínum huga? Já, Þjóðleikhúsið auðvitað einhvern hátt svona móðurstöðin í leiklist í landinu. Hér verður leiklistin að fægi, getur við sagt. Hér nær hún að þroskast og ná hæðum. Og ég held að það sé mikilvægt að við gleymum aldrei þessu virka samtali sem að Þjóðleikhúsið þarf að vera í við annars vegar listirnar og hins vegar almenning í landinu. Að það haldi áfram að vera þessi móðurstöð, þessi kjarni sem að laðar til sín listamenn og bæði leiklist og öðrum listgreinum líka. Þannig að hér sé alltaf ákveðin svona, já,
degla, kraumandi degla og að Þjóðleikhúsið haldi áfram að gegna sínu fjölbreytta og mikilvæga hlutverki í þessu samfélagi. Það hefur víðtækt hlutverk, við eigum öll þetta hús, við eigum öll að eiga aðgengi að því og hér á að vera eitthvað sem að laðar fólk að, gamalt og ungt á hvaða aldri sem það er og hvaða áhugasvið það hefur. Og þetta stóra víðtæka hlutverk er auðvitað flókið, en það er hægt að sinna því. Það sannar 70 ára saga Þjóðleikhússins. Og ég held að sko, meðan við eigum Þjóðleikhús, þá erum við rík. Já, einmitt. Þú ert nú næstuði búin að svara loka spurningunni, en ég ætla nú samt að láta hana koma. Hvers myndi þú vilja óska þessu 70. afmælisbarni Þjóðleikhúsinu varðandi framtíðina? Já, ég myndi vilja óska því þess að það næði að standa í lappirnar í gegnum hvort heldur sem það er efnahagskreppur eða sjúkdómafár eða pólitískt andstreymi, að það nái að starfa og að þeir sem að ráðamenn samfélagsins muni að líta til þess sem mikilvægar stofnunar. Það gleymist ekki því því verði ekki ítt til hliðar fyrir eitthvað nýrra eða öðruvísi. Heldur höldum við áfram öll sem eitt að standa vörð það og sjá til þess að hér geti farið fram það listræna starf sem skiptir svo miklu máli fyrir þjóð eins og okkar, fyrir alla þjóðir. Að hér sé í boði andleg næring fyrir almenning í landinu. Þakka þér kærlega fyrir spjallið, Tinna Gunnlaugsdóttir, hér á sumardaginn 1. 70 ára afmæli Þjóðleikhússins. Mín var ánægjan.